Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Forseti. Nú langt liðið á kjörtímabilið og því langar mig að spyrja hæstv. forsætisráðherra hvenær lög afnám verðtryggingar munu koma fram á þingið eins og lofað var af honum hæstv. fyrir síðustu kosningar. Mögulegt að forsætisráðherra hæstv. takist ekki að finna sátt framkvæmd málsins í ríkisstjórn? Forseti, mig langar líka að nota tækifæri og leiðrétta hæstv. forsætisráðherra en nokkrar rangfærslur hafa ratað í ræður hans þar sem hann hefur staðfært meinlega villur stefnu Pírata borgaralaun. En staðreyndin sú að Píratar hafa ekki mótað stefnu borgaralaun, heldur hefur varaþingmaður Pírata lagt fram þingsályktunartillögu þar sem óskað eftir því að skipaður verði starfshópur til að kortleggja leiðir sem tryggja öllum borgurum landsins skilyrðislausa grunnframfærslu. Engar tölur eru nefndar í þeirri tillögu og því langar mig að spyrja hæstv. ráðherra hvaðan hann fékk sína tölur sem hann byggði óttahjal sitt á í ræðu hjá viðskiptaþingi. Þá vert að benda hæstv. ráðherra á að borgaralaunum meðal annars ætlað að koma í stað örorkubóta, atvinnuleysisbóta, ellilífeyris, námslána, fæðingarorlofs, vaxtabóta, barnabóta og ýmissa annarra bóta sem hjálpa fólki að draga fram lífið. Píratar vilja gjarnan ná fram nauðsynlegum upplýsingum úr ráðuneytunum til að hægt sé að hefja upplýsta mótun stefnu borgaralaun ef það er geranlegt að hefja slíka vegferð. Ólíkt flokki forsætisráðherra vilja Píratar helst ekki slá sig loforðum sem ekki hægt að efna, samanber fjöldamörg mál sem urðu til þess að stutta stund varð flokkur hans nægilega öflugur til að koma honum í þá stöðu sem hæstv. ráðherra í dag. Til upplýsingar fyrir hæstv. forsætisráðherra langar mig að vitna í grein þar sem fjallað borgaralaun sem Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans, ritar í dag með leyfi forseta. Ég ætla að fara yfir þessa tilvísun í síðara hluta fyrirspurnar minnar. Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti. Akkúrat þegar maður hélt að loksins væri komið eitthvað mál frá Pírötum þar sem þeir væru að skýra einhverja stefnu eða boða stefnu, þá kemur á daginn að svo ekki. Þetta ekki stefna, þetta er bara svona til skoðunar. Það á bara að kanna hvort að þetta hugsanlega geti verið sniðugt, þannig að enn bíðum við eftir fyrsta stefnumálinu frá Pírötum, virðulegur forseti, og sjáum til hvort að það kemur fyrir kosningar eða ekki. Hv. þingmaður ætlar ekki einu svona kannast við málið sjálf núna, heldur því fram að varaþingmaður, hv. varaþingmaður Pírata hafi flutta. Flutti hv. þingmaður málið ekki með hv. varaþingmanni, eða er það misskilningur? Og svo bendir hv. þingmaður Birgitta Jónsdóttir hér á að það sé nú líklega ofmat á kostnaðinum við þetta vegna þess að þetta koma í stað hinna ýmsu greiðslna, bóta, lífeyrisgreiðslna og svo framvegis. Og spyr hvernig sé hægt að fá það út að þetta sé endilega 300.000 krónur. Jú, virðulegur forseti, það nú akkúrat málið að Píratar hafa þó verið ófeimnir við að halda því fram að allir ættu að fá að minnsta kosti 300.000 krónur. Þannig ef þeir eru að boða það að þetta komi í staðinn fyrir alls konar bætur, allar aðrar greiðslur sem að fólk fær frá ríkinu, nú þá hljóta þetta að vera minnsta kosti 300.000 krónur. Ég hef aldrei haldið fram að þetta kynni ekki vera meira sem þeir ætluðu að setja í þetta, en það hlýtur að vera að þeir ætluðu að setja að minnsta kosti 300.000 krónur á mann, nema þeir séu þá að hverfa frá því sem að maður taldi að væri þó stefna Pírata að allir ættu rétt á 300.000 krónum, lífeyrisþegar, öryrkjar og aðrir. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir. Það átakanlegt að hlusta á þvættinginn úr munni hæstv. forsætisráðherra. Ég bara verð að segja eins og er. Nú ætla ég að vísa með leyfi forseta í grein ritstjóra Kjarnans. Ein helsta röksemdafærslan fyrir því að borgaralaun verði tekin upp sú að fyrir sér að aukin sjálfvirkni og tækniframfarir geti orsakað það að allt að helmingur starfa hverfi. Þau störf sem eru í mestri hættu eru láglaunastörf sem krefjast lítilla þekkingar. Einhvern veginn verður það fólk sem í dag sinnir þessum störfum að lifa þegar störfin leggjast af. Þess vegna eru 20 hollensk sveitarfélög að kanna fýsileika einfaldleikakerfis borgaralauna. Stjórnvöld í Finnlandi eru að gera slíkt hið sama og í Sviss verður kosið um málið í júní næstkomandi. Bæði hægri og vinstri menn víða heim hafa stutt hugmyndir borgaralaun. Vinstri menn segja að þau muni draga úr atvinnuleysi vegna vélvæðingar í framleiðslugreinum og hægri menn hafa bent á að leiðin einfaldi velferðarkerfið gríðarlega. Enda tilvitnun. Hvernig gengur annars hæstv. forsætisráðherra að afnema og leysa höftin? Hvernig gengur annars að leysa bráðan og aðkallandi húsnæðisvanda þjóðarinnar? Munu frumvörp hæstv. félagsmálaráðherra
ef engin samstaða er hjá ríkisstjórnarflokkunum leiðir til að bregðast við bráðavanda ná í gegn og halda þau loforð sem fleyttu hæstv. Forsætisráðherra í embætti. Er þá ekki ábyrgðarhluti hæstv. Forsætisráðherra að hætta að láta vandræðin hlaðast upp og vandann dýpka og gera eitthvað í málunum? Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, það gengur eins og kunnugt ljómandi vel að leysa haftamálin og húsnæðismálin eru í góðum farvegi eins og hv. þingmaður þekkir líka í samvinnu við aðila vinnumarkaðarins og málin komin hér til umræðu í þinginu. En það er óneitanlega sérkennilegt að heyra hv. þingmann Pírata þurfa að lesa upp ritstjórnarpistil manns á vefriti til þess að útskýra hvað Píratar séu að meina. Það sem sagt liggja ekki fyrir skýringar Pírata sjálfra á því hvað þeir eru að meina, en það er leitað í einhvern ritstjórnarpistil manns út í bæ til þess að útskýra hvað þeir kunni hugsanlega vera að meina með þessum tillögum sínum. Það er líka rétt sem hv. þingmaður nefnir að bæði hægri og vinstri menn hafa talað fyrir hugmyndum borgaralaun eða eitthvað svipað. En í báðum tilvikum er það fólk algjörlega á jaðrinum. Öfga frjálshyggjumenn hægra megin eða öfga anarkistar vinstra megin sem að mætast, því að þessi pólitíski hringur auðvitað mætist í einum punkti, það sem að öfga hægri menn og öfga vinstri menn ná saman útópískar hugmyndir sem eru algjörlega óraunhæfar eins og hv. þingmaður á að geta sagt sér án þess að setjast að þessa rannsókn sem boðuð er.